Góða kvöldi gott fólk og verið velkomin á IA TV í samstarfi Omnis á Akranesi og Síman. Við erum hérna í Akraneshöllinni sem fyrr þennan veturinn og í dag ætlum við að fylgjast með leik IA og Keflavíkur í Lengjubikar kvenna. Nú, ég ætla kannski að bara byrja á að fara yfir liðin, byrjunarliðin. Ef ég byrja á heimastúlkum. Númer 12 í markjun Tori Jean Omela, númer 7 Unnur Ýr Haraldsdóttir, númer 4 Hrafnhildur Arín Sigfúsdóttir, númer 9 Maren Leósdóttir, númer 11 Fríða Halldórsdóttir, númer 17 Heiðrún Sara Guðmundsdóttir, númer 18 Bergdís Fanney Einarsdóttir, númer 20 Sandra Ósk Alfreðsdóttir, númer 21 Eva María Jónsdóttir, númer 24 Aldís Silva Heimisdóttir og númer 31 Sigrún Eva Sigurðardóttir. Hjá Keflavík í markinu Anna Rún Jóhannsdóttir, aðri leikmenn fyrirliðin númer 24 Anita Lind Danielsdóttir og síðan koma þær númer 2 Þóra Kristín Klemensdóttir, númer 3 Natasja Mora Anasi, númer 4 Eva Lind Danielsdóttir, númer 7 Ástrós Lind Þórðardóttir, númer 8 Sveindís Jane Jónsdóttir, númer 9 Marín Rún Guðmundsdóttir, númer 11 Kristrún Ýr Hólm, númer 16 Viktoría Sól Sævarsdóttir og númer 18 Sigurbjörg Eiríksdóttir. Á varamannabekkjunum í kvöld hjá IA númer 2 Elísa Eir Ágústsdóttir, númer 8 Unnur Elva Traustadóttir, númer 10 Róberta Lilja Ísolsdóttir, númer 22 Karen Þórisdóttir og númer 23 María Björk Ómarsdóttir. Hjá Keflavík verma bekkinn til að byrja með númer 14 Birgitta Hallgrímsdóttir, númer 15 Ardís Snjólaug Ingvarsdóttir, númer 17 Katla María Þórðardóttir, númer 21 Íris Una Þórðardóttir, númer 89 Særún Björgvinsdóttir og númer 12 varamarkmaður Auður Erla Guðmundsdóttir. Þessi lið þekkjast nú bærilega vel. Bæði þessi lið léku í fyrstu deild kvenna síðastlið sumar og voru meðal annars þann 1. júní í beinni útsendingu hér á IA TV og svona ykkur til skemmtunar að þá klipptum við saman mörkin úr þeim leik. Við skulum kíkja á það. Fram hjá vörðska stöldna. Anita kiksar hérna. Þá Sveindís klár fyrir aftan. Leggur hann út. Hér kemur skot á markið og það mark. Það Anita Lind Danielsdóttir sem skorar með langskoti. Mér sýndist hann að hafa viðkomu í varnarmanni á leiðinni gegn. Já, mér sýndist það líka. Það væri mjög sætt. 43. mínútan og bara að rigna hressilega á okkur hérna en að snúa sér. Bolti. Það ráðast á þetta, ekki þar. Fanney með skot og boltinn rekkur í netið. Þetta var skot frá Bergdísi, ég sá ekki hvort einhver önnur skagakona kom við hann en skiptir engu máli. Það jafna hérna, þetta frábært svar fyrir hálfleik. Já, þetta var bara kærkomið og flott. Skiptir sem hann lendir. Fanta fín spilna hjá Watson í markinu. Bryndís kallar hann áfram, Heiðrún snýr. Ekki að finna samherja. Þá kemur sending sem að Sveindís að sleppa í gegn og hvað gerir hún hér í þessu dauðafæri og hún skorar. Þetta var frábært. Já, þessum leik liðana í sumar hérna á Akranesvelli lauk með 2-1 sigri Keflvíkinga í dúndurblíðu á Akranesi og eins og við sáum hérna, það var hvasst og það var rigning og það var ekki sérlega góðar aðstæður en þetta var spennandi leikur og það óvægt að segja að hérna Skagastúlkar hafi nú verið sjálfum sér vestar í þessum leik eins og við sáum á mörkum Keflvíkinga. Það voru frekar ódýr mistök sem áttu sér stað í vörninni í báðum mörkum en mark IA skoraði Bergdís Fanney. Nú það styttist í leik en 8 mínútur eða svo. Það nú kannski verðt að minnast á það að kallalið Skagamanna að spila í kvöld í Njarðvík eða gegn Njarðvík sennilega
og þar er staðan eftir 58 mínútur 1-0 fyrir Njarðvíkinga. Það var mark Theodórs Guðna Halldórssonar á 27. mínútu sem að skilur liðin að. Þar í Lengjubikar karla A-deild riðli 1 og þetta er ekki góð tíðindi fyrir okkur skagamenn, en við vonum að sjálfsögðu að þeir snúi þessu sér í hag. Eins má auglýsa það hér að á morgun annað kvöld klukkan 8 verður úrslitaleikurinn í fótbolti.net mótinu C-deildinni. Þar mætast Kári og Þróttur Vogum sem að áttu stemmit við hérna í loka umferðinni í þriðjudeildinni síðastlið sumar, þar sem að Káramenn unnu stórsigur og tóku að lokum á móti meistarabikarnum í þriðjudeild, og við verðum að sjálfsögðu með hann hérna í beinni útsendingu annað kvöld klukkan 8. Ekki missa því, það er nóg að gera hjá okkur á IA TV þessa dagana, það er óvægt að segja það. Það er mikið framöndan eftir að fótboltinn fór að rúlla fyrir alvöru, og þá erum við með núna beina útsendingu 3 daga í röð hér í kvöld á leik IA og Keflavíkur í Lengjubikar kvenna. Annað kvöld í fótbolti.net mótinu Kári Þróttur Vogum, og síðan á laugardaginn, seinnipartinn á laugardaginn er grannaslagur í körfunni þar sem að IA tekur á móti Skallagrimi. Gengir þeirra liða auðvitað gerólíkt það sem að verið þessu tímabili, en við bíðum alltaf spennt eftir því að skagamenn rétt úr kútnum, en hér eru það bil 5 mínútur í leik. Ég kannski leyfi ykkur bara að njóta þeirra hljóða sem að heyrast hér, vonandi einhver í gegnum mikrofónu hjá mér þangað til. Það væri nú kannski rétt að leiðrétta mig strax að sjálfsögðu er þetta ekki Lengjubikar kvenna, þetta er Faxaflóamót kvenna B-riðill. Ekki að það skipti öllu máli, en rétt skal vera rétt. Það er nú gaman að segja frá því að upptakan og beina útsendingin samtals frá þessum leik sem við sýndum úr áðan milli IA og Keflvíkinga hefur verið hort á þessa upptöku 1100 sinnum á YouTube rás okkar á IA TV. Það er nú með því betra sem að gerist hjá okkur hingað til, og það er virkilega gaman, og eflaust hafa margir úr Keflavíkinni fylgst með þeim leik og hort á hann eftir á. Að sjálfsögðu við erum náttúrulega bara í þessu til þess að fólk horfi, og við erum óa glaðir þegar við fáum almennilegt áhorf á það sem við erum að gera. Hvetur okkur áfram.
Já, þá dómari leiksins að reka leikmennin á völlinn og þetta fer að hefjast. Staðan ennþá 1-0 fyrir Njarðvík gegn IA í meistaraflokki karla í Lengjubikarnum. Ef við rennum nú yfir liðið hjá IA að þá nú kannski markverð breyting frá því síðastlið sumar. Nýr markverður Tori Gian og Mela. Það verður spennandi að sjá hana. Að öðru leyti þetta allt saman kunnulega andlit sem að eru að spila. Einungis 5 varamenn samt í dag. Það á meðal ung stúlka fædd 2002, Marja Björk Ómarsdóttir. Spennandi talent þar á ferðinni. Vonandi að hún fái tækifæri hér í dag. En Sveindís Jane númer 8 hjá Keflavík, auðvitað sú sem að skoraði sigurmark Keflavíkur í leikliðana hérna á Akranesvelli síðastlið sumar. Það Keflavík skulle láta eitthvað aðeins bíða eftir sér. Og þá heilsast þær fyrirliðarnir og við fáum að sjá hver fær að byrja. Keflavík valdi völlinn, sýndist mér, og þær kjósa að leika meðvindi í fyrri hálfleik. Kjöraðstæður fyrir utan kuldan kannski hérna í Akranesvöllinni. Aldi Silva gerir sig klára að hefja þennan leik og hvernig boltinn byrjar að rúlla hérna fyrir alvöru. Bæði lið búin að leika einn leik til þessa. Keflavík byrjaði á að tapa, sýnist mér, fyrir, hann var eftir að lesa í það. Vantar hérna inn á úrslit.net leikina til þessa, en sem stendur og þá í þessum B-riðli sitja Haukastúlkur efstar eftir 2 leiki með 6 stig. Þar á eftir koma kemur IA og Tindastóll með sitt hvor 3 stigin. Hér strax sókn hjá IA. Keflvíkingar hreinsa frá. Vel gert þarna hjá Evu Maríu. Löng sending hérna einn fyrir. Það Sveindís. Hún komin hérna inn á vítateig með fyrirgjöfur og endar hérna hjá leikmann nr. 7 Ástrósu sem aðþrengt. Fín vörn hana. Og hér já, þetta innkast sem að Keflavík á hérna alveg fyrir hotfanna. Keflavík byrjar hérna að pressa, langt innkast inn á vítategin,
mikil barátta boltan en Keflvíkingar eru ennþá með hann og það fyrsta markið. Hver það? Leikmaður. Þetta ekki góð byrjun. Langt í frá að vera góð byrjun. Keflavík komið 1-0 yfir strax bara eftir tæpar 2 mínútur. Sá ekki hver það var sem skoraði markið en þarna kom langt innkast sem að heimastúlkur áttu í erfiðleikum með að losa. Kemur Fanney stingur hérna inn á Aldís Silvu. Aldís inn á teginn. Nei, ekki alveg inn á teginn. Þær komast fyrir Keflvíkingar. Aldís vinnur hann aftur, Fanney. Aftur inn á teginn og þar var nú Unnur Ír á flegiferð en markvörður Keflvíkinga komst fyrir. Heiðrún finnur Fanney. Það spurning hvort að það ná að róa sig niður. Hér kemur fínn sprettur upp í hornið, það Fríða. Hún reynir fyrirgjöfina, tekst og býtur hún við. Hér Heiðrún í dauðafæri og skorar. Hún jafnar bara quiz bang bingo. Gott fólk. Þetta engin smá byrjun á leiknum hérna. Það 3 mínútur liðnar og staðan orðin 1-1. Skagastúlkur svara fyrir sig bara alveg henda undir eins. Þetta akkurat svarið sem að við vildum sjá hér og ég vissum að rödd mín bergmálar hérna út allt hús. En það allt í lagi, þá fær fólki í stúkunni hérna beina lýsingu líka. Þvílík byrjun á leiknum hérna. Með þessu áframhaldi þá verða að fara bæði liði í 2 stafa tölur hérna. Stefnir í bara 30-30 jafntefli en við gerum okkur grein fyrir því að það gerist nú ekki. Þá innkast. Fríða tekur það. Þannig Heiðrúnu, Fríða og hver á þetta? Það Skagastúlkur. Og kastar Fríða aftur inn. Aldís Silva býður sig upp í hornið. Fær hann, gerir vel. Missir hann aðeins og langt frá sér. Heiðrún að tækla boltan hann og Aldís Silva að enda með hann. Þá það Hrafnhildur. En boltinn út fyrir. Sýnist í að liði vera að stilla upp í einhvers konar 4-5-1, 4-3-3 með þær Fanney og Unni Ír á köntunum. Aldís Silvu fremsta. Þar fyrir aftan síðan Heiðrún og Maren og Sigrún Eva hérna djúpa á miðjunni. Þá koma Keflvíkingar. Eva til varnar, en hún snögg. Já, hún bara komin inn í teginn en Eva nær að komast tilbaka og koma þess út fyrir í horn. Hún gríðarlega öflug, hún Sveindís Jane. Og þá hérna tækifæri fyrir Keflavík. Þá kemur hornið. Og Sveindís setur hann í stöngina. Það var þarna frekar glæralegt útlaup hjá Tori í markinu. Boltinn aftur inn á teig en þarna Tori örugg. Þarna skall hurnari hælum, óhætt að segja það. Sveindís náði að setja hann þarna með hælnum í stöngina. Gengur illa núna að spila boltanum upp. Unnur kemur hann tilbaka hér á Hrafnhildi sem að geri vel, snýr af sér fyrirliðan Anítu Lind. Þá boltinn aftur á Önnur Rún í markinu. Byggja þetta núna upp í rólihitunum.
Skalið tiltölulega framalega, það eru ekki í neinni hápressu beint. Þá kemur núna löngsending fram, en Fríða nær honum, Heiðrún ein, nær að snúa. Heiðrún reynir að finna Marini sem rétt nær ekki alveg valdi á boltanum hana, ágætis hugmynd hjá Heiðrúnu hana. Við á ÍA-TV munum að sjálfsögðu fylgjast vel með kvennaboltanum í sumar, líkt og við gerðum síðastlið sumar. Sem og Kára á liðinu. Það er alveg alls konar hlutir að gerast suður frá. Þar er staðan núna orðin 2-1 fyrir Njarðvík. Alexander Már Þorláksson jafnaði fyrst á 65. mínútu fyrir 67. mínútu fyrir ÍA, en einungis 5 mínútur síðar Bergþór Ingi Smárásson kom Njarðvík aftur yfir og staðan þar núna 2-1. Þessi stöðu uppfærsla sjálfsögðu boði vinna okkar á úrslit.net. Algjör skylda allra fótboltaáhugamanna að vera með þetta í favorites hjá sér. En við erum búin að fá það staðfest að mark Keflavíkur skoraði Viktoría Sól Sævarsdóttir. Sigrún snýr hérna, kemur honum inn á miðun á Heiðrúnu. Heiðrún finnur hérna Fanneyju sem var valinn leikmaður ársins síðastlið sumar hjá meistaraflokki kvenna og fékk í rauninni öll velun sem í boði voru fyrir sumarið, en það stóð hún sig virkilega vel. Þá kemur Sveindís komin upp að endamörkum, reynir fyrir gjöfuna, en þarna er hún örugg í markinu. Hún Tori bandarísku leikmaðurinn Tori langsbyrna hjá henni, en ekki á samherja. En býtum við, Skagastúlkur vinna hann aftur hérna á miðunni. Heiðrún reynir stungusendingun upp á Unni, en vörnin kemst á milli. Þá detta Skagastúlkur aðeins í skotgrafirnar, að leyfa þeim að spila hérna í vörninni. Löng sending hérna. Keflvíkingar í sókninni upp vinstri kantinn. Eva er hérna á undan Sveindís í boltan, en hreinsar hann í horn. Önnur hornspyrna, síðasta hornspyrna Keflvíkinga skapaði töluverða hættu. Þegar Sveindís sett hann í stöngina. 10 mínútur liðnar, staðan 1-1. Þá kemur spyrnan, hún er inn á Martein og aftur fleitar og aftur í stöngina og núna er það mark. Þarna er bara boltanum hreinsað beint í Sveindísi, sýndist mér eða hvað. Og staðan 2-1. Bendi fólki á sem er að horfa á þetta á YouTube og það er ekkert mál að spóla tilbaka og sjá aftur. Þarna var Darra Dans, hotspinnan kom inn á nærstöngina og aftur var hann fleitt í stöngina og tilraun Fríðu sýndist mér til þess að hreinsa boltan. Fór beint í Sveindísi sem að gat lítið annað gert en að skora. Það var bara hreinlega skotið í hana og í markið. Þá er spurning hvort að Skagaliðin er að svara aftur eins og þau gerðu áðan. Maren hérna í baráttunni, vel gert hjá henni. Nær ekki að komast. Jújú, aukaspyrna dæmd. Ákveðin hérna á Maren. Og það er Maren sjálf sem að tekur þessu aukaspyrnu. Fullt af gulum treym á tegnum. En nánast allar
Það er allar utan einn sem eru inn á teiknum Keflvíkingar. En Maren býr sér undir að taka spyrnuna. Kemur með hann hérna inn á fjárstöngina og þar er Fanney og hún jafnar metin aftur. Þetta er ótrúlegur leikur hérna. 2-2 eftir 12 mínútur. Keflavík búið að komast tvisvar sinnum yfir og bara í næstu sókn í bæði skiptin hafa heimakonur jafnað. Frábær aukaspyrna og mjög gott hlaup þarna. Fanney vissi greinilega hvar boltinn kæmi því að hún náði að stinga sér hérna milli varnarmanna og bara lagði hann í netið. 2-2. Fríða og Fanney. Fanney leggur á stað, missir hann út fyrir. Kemur Eva Lind, tekur innkast. Barátta henni boltan, Skagastúlkur að hafa betur, þetta er hættulegt. Fríða finnur Aldís Silvu, hún fær mann hann í bakið. Þannig að má hún alveg láta sig flakka en gerir ekki. Heiðrún tilbaka á Evu. Natasja hérna út á Ástrós. Nær ekki að koma á samherja. Maren vinnur þetta og þetta er til mikils ætlast að vinni að ná þessum bolta. Og þá koma bara Keflvíkingar í staðinn. Anita með sendingu allt og innilega sem að Tori grípur auðvitað. Kemur þá löng spyrna í áttina Aldís Ylfu sem hann er að taka hann niður. Finnur Fanney úti vinstra megin. Fanney finnur hérna aftur Aldís Ylfu upp í horninu eða hvað? Nei. Hún, Kristrún Ír var á undan í boltan. Kemur hún út fyrir. Ná ætlar Fríða að kasta þessu inn. Fanney finnur Fríða aftur, þá kemur fyrirgjöfin, þetta er skalla frá. Heiðrún vinnur boltan, finnur Hrafnhildi sem að reynir fyrirgjöf, skautar fram hjá hans í mörgum hana. Maren nær ekki að finna samherja og þá koma Keflvíkingar. Natasja stingur hérna inn á Sveindísi, hún er snögg. Hún nær þessum bolta, Eva til varnar en Sveindís missir hann og langt fram frá sér. Og boltinn aftur fyrir. Hún er alveg gríðarlega fljót. Þar er eiga í erfiðleikum með að halda í við hann í þessum stungusendingum. Varnarmenn Ía. Tori reggur þær fram. Þennan bolta vinna er Keflvíkingar. Kemur Anita með sendingun inn á tegin, allt og einarlega sem að Tori grípur. Kemur langur bolti frá henni í áttina Aldís Ylfu sem að nær ekki til hans en Hrafnhildur Arín er komið með hann. Og Hrafnhildur lætur henni að fara út fyrir. Sveindís reynir hérna skiptingu blind en það er dæmt aukaspyrna. Farið þarna í fæturnar á Sveindísi eftir að hún sparkaði síns mér. Hún kennir sér eitthvað meins en stendur þetta nú elvist af sér. Það er Natasja sem að tekur þetta.
Sveindís stingur aðeins við, boltinn hérna inn á teig, en þetta hættulaust og Hrafnhildur getur bara látið hennan renna aftur fyrir. Já, Keflavíkur vill á hún sparki. Já, þetta fín spilna hjá henni. Maren fleytir þess áfram á Fanneyju og dæmdi aukaspilna. Svo sem að óþörfu en. Tökum því alveg. Það er Eva sem að tekur hana. Hrafnhildur á Unni og hún reynir að finna Hrafnhildur aftur. Það gengur vel. Hrafnhildur er komin inn upp í hornið og það er brotið á henni. Anita dæm brotleg hana. Vill meina að það hafi verið öxl í öxl en þessum dómi verður ekkert breytt. Aukaspilna hérna á fínum stað sem að Maren tekur fast leikadriði sem að í að skora, nei það er Maren skokkar í burtu og Fanney kemur í staðinn. Hún ætlar að snúa þetta inn að markinu. Spurning hvort það skipti ekki bara hlutverk og Maren stangið hennan í neti. Fanney inn á fjörstöngina. Nei, Natasja skallar frá. Heiðrún í baráttunni, er í erfiðleikum með að koma þessi í burtu eða hvað? Aldís Silvi í baráttunni. Já, í að heldur boltanum. Sandra, hún verður að senda hann alla leið tilbaka á Tori. Hún finnur hér Hrafnhildi. Hrafnhildurinn á miðun á Marinni, aftur á Hrafnhildi. Hrafnhildur stingur núna hérna og Marin eldir. Kristrún nær að koma þessu frá en Fanney hér í skotfæri og hún lætur vaða af 25-30 metrum yfir Önnurún í markinu. Og IA er komið yfir í fyrsta skipti í leiknum 3-2 eftir 19 mínútur. Þetta er einhver leikur sem við erum með hérna á 5. 3-2, Fanney að skora sitt annað mark í leiknum. Þá kemur Anita fyrir lið Keflavíkur. Ætla þær að reyna að svara fyrir sig jafn harðan líkt og IA gerði í bæði skiptin áðan. Kemst ekki í gegnum Hrafnhildi. Það er Sveindís sem að tekur þetta eflaust lúðrar hann þessu eitthvað langt inn á teig. Það kemur gríða langt innkast. Eva nær að skalla það frá. Maren reynir að hreinsa, gengur ekki. Keflavík heldur boltanum. Boltinn út á Sveindísi hérna út í vinstra megin. Hún keyrir upp í hornið, Hrafnhildur eldir en nær fyrirgjöfinni. Tori nær að grípa þetta. Kastar hérna út á Marinni. Maren Leósdóttir, já, gerir þetta vel. Reynir að stinga hérna upp í hornið á Fanneyju sem að nær ekki til boltans. Vel gert þarna hjá Þóru í vörninni, steig hann út bara. Eva í vandræðum. Aldís Silva í baráttunni nær ekki til boltans. Þá koma Keflvíkingar. Natasja undir pressu. Unnur vinnur þetta. Það eru búin að skipta hérna kant núna. Unnur og Fanney. Unnur á flegiferð. Finnur Fanneyju. Lætur bara vaða aftur og skorar. Copy-paste gott fólk. Þetta var alveg lygilega líkt markinu hennar áðan. Af svipuðu færi ef ekki bara á sama fersentimetranum, ég get svarið það. Þrenna hjá Berdísi Fanneyju nú þegar þeirra 21 mínútur liðin réttur 4-2.
Það einhver í stuði hérna í kvöld sko. Það bara svoleiðis. Eins og ég sagði þá, Berdís Fanney vann til allra veluna sem hægt var að vinna til í meistaraflokki kvenna á lokahofi í haust. Hún var valin efnilegust, hún var valin besta valnefnd, dómnefnd og gott að það var ekki af öðrum leikmönnum og stuðningsmönnum og hún bara fór klyfjuð heim og var svo mjög vel að því komin. 4-2 og fyrri hálfleikur hálfnaður akkurat núna. Það spurning hvernig Keflvíkingar bregðast við þessu. Búin að komast yfir tvisvarsinnum og búin að missa það niður tvisvarsinnum og komna núna 2 mörkum undir. Kemur Fanney einu sinni enn, hún hann á flegiferð hérna upp hægra megin. Fullt af gulum treyjum með henni, Aldís Ylva kemur með fyrirgjöfina, þar Maren Leósdóttir, nær ekki að leggja hann fyrir sig. En boltinn í stöngina, Unnur Ír bjóst sennilega við að þessi færi bara inn. Hún var hálfpartinn byrjuð að fagna þarna, misti einbyttingunni í augnablik, en boltinn í stöngina og þá var hann orðinn of sein. Þarna hefði hæglega getað orðið 5-2. Frábær skyndisókn hjá Ía. Skagamenn eru búin að jafna í Keflavík gegn Njarðvíkingum. Steinar Þorsteinsson jafnaði metin á 79. mínútu. Þar erum við í uppbóta tíma, staðan 2-2, Njarðvík Ía. Minni aftur á beina útsendingu okkar á morgun frá úrslitaleik. Minni aftur á beina útsendingu okkar frá úrslitaleiknum í fótbolti.net mótinu C-deild, þar sem að eigast við Kári, knattspyrnufélagi Kári og Þróttur frá Vogum. Það klukkan 8 hérna annað kvöld verða hérna Snorri Kristleifs og Gylfi Karlsson. Eflist í hörkustuð á föstudagskvöldi. Ekki missa því. Eva tillbaka á leið tillbaka á Tori. Það er ekki að pressa neitt stíft núna, Keflavík. Tori finnur hérna Fríðu úti vinstra megin. Hún finnur Unnur á Mareni sem að snýra af sér varnarmann, vel gert hjá henni. Þar finnur hún Fanney úti hægra megin. Skildi hún taka það einu sinni enn? Nei, þá komast varnarmenninni fyrir. Og Aldís Ylva reynir fyrirgjöf. Það er blokkerað, fær hann aftur og kemur aftur með fyrirgjöfina, en þá er það markvörður Keflavíkur sem að grípur það. Sveindís nær að taka hennar niður eða hvað, missir vald á honum. Þá spilaði bara hérna í rólegheitunum aftast. Og Skagastúlkurnar leyfa en bara að koma. Núna setja þær pressuna á. Fríða komin hérna. Berdís Fanney búin að vinna boltan. Hún er komin einu móti markverði hér. Og stöngin út. Hún var komin fram hjá Önnur Rún í markinu. Þetta hefði getað verið 4. markið hjá Fanneyju. Þetta kom algjörlega upp úr engu, setti pressu þarna á annan hafsendin og vann hreinlega hann í boltan þarna á hrikalum stað frá Keflavík, sjónarhóli Keflavíkinga.
En þetta stórkostleg skemmtun hérna hjá okkur. Vel gert hjá Sigrúnu, finnur Unni, hún á Heiðrúnu, aftur á Unni. Unnur Ír, Arnar enginn. Einhver titringur núna í Keflavíkurliðinu. Stungusendingin á Sveindísi og hún nær þessu. Hún svolítið ein, þarf að bíða með fyrirgjöfina og snúa. Kemur hún hérna með sendingu inn á fjarstængina. Þar var Anita og HFN hitt ekki boltan. Já, Sveindís að fá fína sendingar og að ná að elda þetta inn fyrir en þarf meiri stuðning. Það eru svolítið lengi að skila sér upp til hennar. Já, þetta bitlaust. Já, Keflavík, Tóri bara í róli heitunum, tekur hann upp hérna. Finnur hérna Söndru, hún á Fríðu, hún á Fanneyju sem að missir hann út fyrir. Nei, dómari leiksins alveg með þetta. Held að þetta sé hárrétt, það þannig á það að vera. Fín tækling hérna hjá Fríðu. Eva Lind með boltan hérna inn í áttategnum en Eva nær að hreinsa það í burtu. Maren reynir að ná alltaf hann, Natasja vinnur hann af henni en það bara Fríða. Finnur hérna Unni Ír í fót, kemur honum á Fanneyju. Tekur svo utan á hlaupið eða hættir reynda við. Fanney gerir þetta bara sjálf, kemur honum svo fyrir. Það Aldís Silva. Náði ekki nógu miklum kraft í skotið, það var varnarmaður hérna fyrir. Fítsprettur. Kemur löng spyrna. Þetta nú Sveindís látin finna fyrir því hérna. Þetta glæralegt en reddast. Fríða á Fanneyju. Finnur Heiðrúnu. Fín spilamennska á köflum hjá skagaliðinu. Fanney. Unnur. Sandra á Fanneyju og Unnur fer á stað, fær hann svo svolítið langt, aðeins svo langt. Aðeins svo mikil kraftur í þessu hjá Fanneyju. Hálftími liðinn, staðan 4-2 fyrir Skagakonur. Við rennum aðeins yfir, Keflavík komst yfir 1-0 á 3. mínútu, marki Viktoríu Sólar Sævarsdóttur en Heiðrún Sara jafnaði mínútu síðar. Síðan skoraði Sveindís Jane Jónsdóttir á 11. mínútu, kom Keflavík aftur yfir en Fanney jafnaði metin aftur á 13. mínútu og síðan skoraði Fanney 2 mörk á 2 mínútna kafla á 20. mínútu og 22. mínútu og kom heimakonum í 4-2. Þar fyrir utan erum við búin að sjá 2 stangaskot hjá Keflavík og 1 hjá IA. En ég reyna að spila út, þetta hættulegt. Maren vinnur boltan bara. Sendur hann hérna upp í hotnið á Aldís Silvu sem kemur með hann fyrir. Það má litlu muna að vera sjálfsmark hreinlega. Þarna pressaði IA-lið hátt á vellinum og neytti hana til þess að, og ætlaði að reyna að neyða hana til að sparka langt en hún treysti sér ekki í það virtist vera og kom með stórhættulega sendingu út úr tegnu sem að kemur hotspyrna hjá Fanneyju. Eva í boltanum, skallar og fær hann aftur og reynir skot en það máttlítið. Heiðrún með sendingu hérna yfir á fjarstöngina. Það Maren Leósdóttir á auðum sjó, nær ekki valdi á boltanum. Jú, finnur Aldís Silvu og það bjargað á marklínu. Fanney
nær ekki að gera sér mat úr þessu dauðafæri hjá Ía. Maren var hérna hásprið frá að ná almennilegu valdaboltanum til þess að koma sér í gott færi og Aldi Silva átti síðan skot sem að var blokkarað nánast á marklínu. Ía liði líklegt til að bæta við mörkum. Sigrún og Fanney aftur á Sigrúnu og hún finnur Heiðrúnu, hún skiptir hérna yfir á Fríðu. Finnur Marinni Leósdóttur, hún ætlar að stinga hérna Aldi Silvu en það er aðeins svo langt og annar hún í markinu velvakandi. Vel gert hjá Sigrúnu hérna, hún er að koma sér fram fyrir Unnur Ýr. Tilbaka á Fríðu, hún snýr, finnur svo Sigrúnu. Sandra, Sigrún, fínt spil. Eva, að Fanney, först sending sem fær bara beint til sín aftur. Vel gert hjá Maren Leósdóttir, hann glæsilega gert. Og Fanney, nei, þetta er Hrafnhildur. Já, fín baráttu hann en það ná að komast framhjá Ástrós. Fanney með stífa pressa á hana hann og Ástrós vinnur innkast. Fanney að vinna vel tilbaka hann. Sveindís með baki í markið. Hún kemur með hann hérna yfir á fjær en Tori vel vakandi í markinu. Finnur Heiðrúnu, þá koma Skagastúlkur að sækja hratt. Unnur. Þær þurfa að hægja á þessu. Kemur löng sending hérna yfir til hægri. Ætluð Fanneyju, býtu við, hún enda með hann. Hún er komin í skotfæri. Reynir hérna að finna Marinni sem hún gerir. Hún út á Unni sem að lætur, lætur vaða beint í höfuðið á Kristrún Ýr. Það er greinilega sekt í henni og standa þetta af sér. Þetta var þrumu skot hjá Unni. Ég hugsa að Ronaldo hefði látið sér detta hana í jörðina. En ja, Fanney með sendinguna yfir á, hér er dæmt hrinding eða eitthvað slíkt á inn í vítateig. Tóak segir hann. Ekki sá ég á hvað en hann er eflaust með algjörlega 100%. Eva Lind fær hann hérna út í hægra megin. Kristrún á Anítu. Natasja, hún er svona flýtur hérna úr vörninni og á miðuna og aftur í vörnina. Kemur hérna löngsending upp í vinstra hotnið. Ástrós missir á honum. 10 mínútur eftir af, eða 9 mínútur eftir af fyrri hálfleik. Það var aðeins hægst á markaskorunni. Við höfum ekki fengið mark í heilar 14 mínútur núna. Vel gert hérna. Heiðrún vinnur boltan. Kemur honum á Aldi Silvu sem að finnur Unni. Unnur á Marinni og það er Aldís í hlaupinu. Þetta er frábælega spilað hjá Ía. Aldís reynir að finna Marinni aftur, aðeins svo mikill kraftur í því. Flott spil á köflum hérna hjá Ía. Lofa góðu. Það er átt í basli með Keflvíkingana síðastlið sumar en er ekki að allavega eiga í sama baslinni með það núna. Kemur spyrnan
Nei, hún finnur hérna Natasju, vill greinlega ekki sparka langt hann í markinu. Fríða vinnur þetta auðvitað, finnur Aldís Silvu. Natasja kemur í baki á henni, tilbaka á Heiðrúnu sem að skiptir honum blind yfir á, átti að finna Unni, en Unnur var fullinnalega fyrir þennan bolt allavega. Já, vel gert hjá Sveindísi og hún bara eins og hindrunarhlaupari hérna hleypur yfir og fram hjá hindrunum alveg hreint. Og vinnur hornspyrnu. Þeir hafa skapað töluverða hættu úr hornspyrnunum hjá sér. Og Viktoría Sól Sævarsdóttir komin á vettvang að taka hana. Viktoría skoraði fyrsta markið í leiknum. Kemur aftur hætta, boltinn dettur niður í tegnum, frábæla var hjá Tori hann í markinu. Þarna sýndi hún í hvað er í hana spunnið. Reflex varsla þarna af stuttu færi, náða að slá hann og þá kemur Viktoría með aðra hornspyrnuna hérna. Það er inn á Martein, Natasja með skallan, Tori ver en Sveindís hirðir frákastið og minnka munin í 4-3. Já, þeim gengur illa að verjast í þessum hornum. Þar hafa náð að skapa hættu í öllum sínum hornspyrnum nánast. Keflvíkingar. Og þá koma Skagastúlkur. Alltaf þegar Keflavík hefur skorað í þessum leik þá hafa svarað bara í næstu sókn og skorað sjálfar. Við getum svo sem ekki ætlast til þess að það gerist alltaf, en svona áhugaverð staðreynd samt. Aldís Silva, tækling hérna á Natasju. Heiðrún losar þetta upp og Aldís eldir en boltinn út af. Slök sending hérna út úr vörninni, Maren vinnur það, leggur á stað. Slæm sending, þarna þetta lítur ekki vel út. Þetta lítur ekki vel út. Heiðrún heldur vinstra hnéð. Teygði sig þarna í boltan og fékk slæman hnykk frá hlið á vinstri fótinn. Við að sjálfsögðu vonum að þetta sé ekki slæmt. Anna Sólveig Smáradóttir hérna kanna þetta hjá henni og minnist nú ekki vera þjáð. Það spray. Virðist ætla að eða hvað? Hún röltir áleiðis út af með Önnu Sólveigu. Vonum að hún komi nú inn á aftur en
Þá var það bara innkast sem að Fríða tekur hérna fyrir Ía. Fanney tilbaka á Fríðu. Fríða gerir vel hérna. Aldís og Natasja setur press á hana. Heiðrún er svona að gera það fyrir sig hvort að hún geti haldið áfram síns mér. Fríða undir pressu frá Evu, hann Sigrún missir hann hérna, Sveindís leggur á stað en þarna gerir Sandra vel. Þá kemur bara langt skot hérna, full bjartsýnt hjá Viktoríu. Heiðrún ennþá utan vallar og mér sýnist hún vera á leiðinni á varamannabekkin. Vonum samt að hún verði fljóta að ná sér. Okkar vegna hérna. Fín pressa hérna hjá Fanney. Það er innkast 2 mínútur eftir af venjulegum leiktíma í fyrri hálfleik. Staðan 4-3 í einstaklega skemmtilegum fyrri hálfleik hérna. Löng sending í átt að Sveindísi sem er nær valdaboltanum hérna. Erum með stuðning, já. En frábær vörn hérna hjá Evu. Nær að stoppa þetta. Þetta var ólengi að gerast hjá Keflavík. Maren Unnur og Maren áfram á leiðin upp í hornið. Fær hann hér. Reynir fyrir gjöfina en Anita nær að komast fyrir. Sigrún og Hrafnhildur finnur Söndru eða hvað. Sveindís byrju ekki dæmt. Sveindís náði þessum bolta. Þá komaður fín vörn hjá Fríðu. Fríða gerir vel hérna, finnur síðan Fanneyju undir pressu. Sigrún vinnur boltan, kemur hann með Marinni, þá sjáum við að Unnur Íri með henni hann út á hægri kantinum en hún fer bara sjálf og svo Unnur kemst hérna inn á teginn að hóta skotinu, tekur svo skoti hérna, þessi var nú lengra framjá eldur en að mér sýttist í fyrstu en reyndi hérna skot með vinstri vel framjá. Fyrri hálfleikur er liðinn að undanskildum einhverjum viðbóta tíma aðalega vegna meiðsla Heiðrúnar. Mér sýnist hún ekkert vera á leiðinni neitt inn á aftur í síðari hálfleikinn. Fín pressa hérna hjá Ía en það er ná að leysa þetta. Þá koma þær keflísku. Anita finnur Ástrósi úti vinstra megin, ætlar að reyna að jafna þetta hérna fyrir hálfleik. Anita með fyrirgjöfina lengst yfir, alveg yfir. Jájá, fín pressa hjá Fanneyju, innkast, en þá kemur Sveindís og við höfum séð hvað hún getur kasta boltanum. Margt til lista lagt þessar ungu dömu. Nú verða þær að vera vakandi heimakonur. Natasja fleytir þessu áfram og hér er dauðafæri. En boltinn yfir. Sýnst að vera Anita sem að smelti þessum bolta vel yfir. Og verður eflaust. Já, hérna hér, ég er nú bara að sjá það núna að loka tölur hjá Ía og Njarðvík. Í Lengjubikarnum er 3-2 fyrir Njarðvík. Þeir skora sigurmarkið á 92. mínútu, annarri mínútu í uppbótartíma. Og
tap hjá Skagamönnum, hjá Köllunum, en við sjáum til hvort að þær ná ekki þá að rétta hlut okkar Skagamanna í kvöld. Meistaraflokkur kvenna sem að hér að spila. Viktoría, hún með skot framhjá og þá flautað til hálfleiks. Staðan 4-3 í æsilegum fyrri hálfleik hérna hjá milli IA og Keflavíkur í Faxaflóa móti kvenna. Viktoría Sól Sævarsdóttir kom Keflavík yfir strax á 3. mínútu. Það voru rétt bara örfá sekúndur skriðnar yfir 2 mínútur þegar það mark kom. Mínútu síðar á 4. mínútu jafnaði Heiðrún Sara eftir sendingu frá Fríðu Halldórsdóttur. Á 11. mínútu skoraði Sveindís Jane Jónsdóttir og kom Keflavík aftur yfir 2-1. Bergdís Fanney Einarsdóttir var ekki lengi að jafna í það skiptið heldur, skoraði eftir aukaspyrnu frá Marín Leósdóttur. Svo komu 2 bombur hjá Bergdísi Fanney af nánast sama frímerkinu á vellinum, 25-30 metra færi, 2 vinstri fóta skot á 20. og 22. mínútu og kom IA í 4-2. En á 39. mínútu minnkaði Sveindís Jane Jónsdóttir munin í 4-3 og þannig stendur akkurat núna. Heiðrún Sara fór út af meidd hérna skömmu fyrir hlé og mér sýndist á öllu að hún sé ekkert að fara að koma aftur inn í þennan leik. En við tökum okkur hlé ásamt leikmönnum og dómurum. Bara þanga til eftir smá stund, ekki fara mjög langt.
Jæja, gott fólk, komið sæl og verið velkomin aftur hérna í Akraneshöllina með okkur á IA TV í samstarfi við Omnis á Akranesi og seinni hálfleikur að hefjast. Og það var skipting hjá IA eins og okkur grunaði. Heiðrún Sara fór af velli og í hennar stað. Það eru tvær skiptingar, sýnist mér. Hrafnhildur Arín farin af velli. Aldís Silva Heimisdóttir komin í hægri bakvörðinn í hennar stað. Og hér kemur Unnur Ýr og boltinn alla leiðina yfir á Fanney og hún með skot en það varið. Nú skulum við sjá og í stað Heiðrunar komin allavega Karen Þórisdóttir sem hér fær boltan og hún Róberta Lilja Ísólfsdóttir komin í fremstu vílinu þar sem Aldís Silva var. Get nú ekki merkt breytingar á Keflavíkurliðinu en sem komið Jú, hér komin inn á leikmaður nummer 17 Katla María Þórðardóttir. Sé nú ekki hver komin út af. Dæmt ólöglegt innkast þarna. Hér eru fagmenn á ferðinni í dómgæslunni á Skaganum. Það er nokkuð ljóst. Það hefur ekkert breyst. Maren nær að halda af boltanum en missir hann síðan. Karen kemur til aðstoðar og það ekkert brotið á henni, hún heldur honum samt. Fanney og hún tekin niður en hún heldur áfram. Fanney reynir fyrirgjöfina, virtist fara í hendin á Natasja þarna en dómara leiksins lætur sér fátum finnast. Glemdi nú svo sem að fara yfir þjálfaraliðin áðan. Hjá Skagamönnum auðvitað Helena Ólafsdóttir þjálfari ásamt Anítu Lísu Svansdóttur og fleiri á bekknum hjá þeim Hjördís Brynjarsdóttir og Anna Sólveig Smáradóttir sem við sáum vinna sínu fæi í sjúkraþjálfuninni áðan. Hjá Keflvíkingum Gunnar Magnús Jónsson þjálfari og Haukur Benediktsson honum til aðstoðar og liðstjóri Líri Donna Osmani. En hér sækja Skagakonur. Fríða fær hann hérna frá Róbertu. Hún sendir hann inn á teiginn. Karen missir hann undir sig.
Keflavík reynir að setja pressu. Anita stingur honum hérna inn á Sveindísi sem að kemst í boltan en frábærlega varið. Anita nær honum aftur en nær ekki skotinu. Vel varið þarna hjá Tori. Þá kemur Skagalið. Maren. Unnur í með henni hérna uppi hægra megin. Fær hann hér. Kemur fyrirgjöf yfir á Fanneyju sem að næra ekki að stýra þessu í 8 markinu. Skallar máttlaust framhjá. Kemur spyrnan, hún máttlítil. Fanney tekur hann bara á kassan og leggur svo af stað. Fyrirgjöf, Unnur á ferðinni en það ná að komast í þetta. Sækir Skagalið, Unnur Ýr nota hægri, Aldís Silva kemur með henni í utanumhlaupið, hún ákveður að nota hann ekki, jú eða hvað, Aldís Silva fær hann hérna, góð fyrirgjöf, föss fyrirgjöf, Fanney nær ekki að valdi á boltanum hérna, fantafín fyrirgjöf hérna hjá Aldís Silvu Heimisdóttur. Fanney náði ekki að gera sér matur þessu staðan en þá 4-3. Já, þetta máttlaust hjá Keflavík. Afsakið þessar þagnar hjá mér hérna en á milli. Kannski þögnin bara golden eins og einhver sagði. Tori spyrnir frá markinu, finnur Marinni sem að kemur honum á Unni, vel gert hjá henni. Og hún reynir að finna Marin aftur, gengur ekki. Þær komast í þetta, þær keflísku. Reyna hérna stungu inn á Sveindísi einu sinni en Eva nær að stíga hann út og koma þessu út fyrir. Langt innkast sem að Skagastúlkur ná að verjast núna en Sveindís fær hann aftur og engin press á henni inn á Martein en Tori grípur þetta auðvitað. Þetta var hættu lítið í rauninni en hún fekk allt og mikinn tíma þarna. Kemur Tori með langaspyrnu í 8 Unni, þær ná að skalla þetta frá. Aldís fær hann, finnur Unni, reynir stungusendingu hérna upp í hornið á Marinni en boltinn út fyrir. Já, Unnur vinnur hennan en nær ekki að halda honum. Fríða missir hann undir sig. Kemur hann tilbaka á Tori. Þetta pínu hættulegt en vel gert hjá Tori. Finnur hann að Fanney út á kantinum. Hún á Fríðu. Hún finnur Róbertu sem að missir hann aðeins og langt frá sér hann að Natasja setti pressa á hana. Fanney í baráttunni, finnur Róbertu. Hvað gerir hún? Hún leitar hérna Marinni Leo sem að
hún finnur og hér kemur skot og glæsilegt mark. Karen Þórisdóttir að koma í 5-3. Lagðan hérna innanfótar, algjörlega óverjandi út við stöng. Frábærlega gert. Maren tók hérna niður sendinguna, lagðana bara á næsta mann. Óeigingjarnt og vel gert. Þetta gaman að sjá. Varamaðurinn Karen skorar og kemur í aftur 2 mörkum yfir. Spurning hvort að þetta drepur niður Keflavíkurliðið eða það var mikilvægt að fá þetta mark réttu megin fyrir okkur skagamenn. Maren og Karen á auðum sjó, hún gerir sér ekki grein fyrir hversu mikinn tíma hún hafði þarna. Arfaslagt skot langt yfir en hún var alein, hún hefði getað tekið 2-3 snertingar á boltan þarna. Vantaði eflaust að láta hana vita af því en hún var alveg grunnsamlega laus þarna inn í vítateig Keflavíkur. Þarna stöðvar dómarinn leikinn vegna höfuðmeiðsla sýnist mér. Fár hérna aðleiningu. Það sem þurfa allavega. Heitur dómarinn boltan falla á einhverjum góðum stað. Tímyndur og liðnar af síðari hálfleik. 1 mark búið að líta dagsins ljós hérna í seinna hálfleiknum. Það var mark Karenar Þórisdóttur sem að náða auka fórskotið aftur fyrir hjá kemur Sveindís. Enn einu sinni í baráttunni við Evu fyrir gjöf en Tori öryggið uppmála hérna í markinu. Kastar hérna út á Fanneyju sem að leggur á stað. Finnur Róbertu. Hún missir hann aðeins frá sér og þá kemur Keflavík. Komnar hérna upp hægra megin fyrir gjöf en Tori, hún orðin alveg með þetta á hreinu þessar fyrirgjafir. Hefur náð að grípa vel inn í þær eftir sem að liður á leikinn. Spyrnir hérna langt í áttina Marinni en og Sigrún. Unnur kemur honum á Marinni. Marin reynir að finna hann aftur en vörnin hefur þetta hjá Keflavík að þessu sinni. Anita. Fín barátta hérna hjá Aldís Ylfu og Skaginn vinnur innkastið. Anita skallar þetta í burtu. Sigrún reynir að finna Aldís aftur en boltinn út af. Eva reynsar þetta upp í rjáur. Það var innkast sem að Keflavík á hérna við miðlínuna. Reyna að finna Sveindísi, gengur ekki. Eva, Aldísi. Sigrún undir pressu, Unnur reysa þetta vel, Karen. Finnur Róbertu hérna úti að hægra megin.
Þá kemur krossinn á Marinni sem hann leggur hann tilbaka en þær komast í þetta Suðurnesja konur. Koma hérna á flegi, ferði upp hægri kantinn. Fanney eldir. Fín vörn hann á Fríðu. Sigrún finnur Karinni sem hann snýr og finnur Fanney. Hún á Fríðu. Fríða upp á Marinni. En Natasja gerir vel í að vinna henni boltan. Hún finnur Sveindísi en vel gert aftur hjá Fríðu. Sandra á Evu. Tæft þarna. Já, það er ná að rekka þær hérna alveg tilbaka. Þóra á Natasju. Þá kemur löng sending hérna upp í hægra hornið. Og Fríða náði að komast þarna í boltan á undan varamannum Ardísi Snjólugu sem er komin inn á. En það er hotspinna og þær hafa verið stórhættulegar. En mér sýnist nú Viktoría sem að sáum þær spinnur í fyrri áleik vera farin út af. Nei, hún er ekkert farin út af, hún er hérna fyrir utan vítateiginn. En það er Anita sem að tekur þessa hotspinnu frá hægri. Og enn á nærstöngina á nærsvæðið en það náði ekki að skapa hættu í þetta skiptið. Sem betur fer, þær hafa verið stórhættulegar í þessum hotspinnum. Tori á Aldísi. Aldís með slæma sendingu hérna í átt að Unni. Þá er innkast hérna upp í vinstra horninu hjá Keflavík. Sveindís mætt á vettvang. Kastar gríðarlega langt. Hérna í áttina Natasju sem að kemst í boltan og er að skjóta nú hérna en í hliðanettið. Hættulítið, 15 mínútur búnar að síðari hálfleik, hálftími eftir. Staðan Það er að endurtaka þessa spyrnu, markspyrnuna. Fyrir þá sem hafa áhuga á reglunum að þá þarf boltinn að fara út fyrir vítateiginn, hann er ekki komin í leik fyrr. Þannig að þess vegna er þetta endurtekið. En ekki eins og ég held maður nú að þetta væri óbein aukaspyrna en fyrir að taka boltan og snemma en það er einfallega bara endurtekið spyrna því að boltinn var ekki komin í leik. Aldís fær hann hérna aftur, Unnur á Marinni sem leggur hann tilbaka á Aldísi en það komast á milli. Vel gert hjá Söndru. Hún snýr, finnur Tori í markinu. Hún lúrar þessu hérna fram. Þar er Maren í baráttunni, nær ekki til hans. Natasja kemur þessu fram, Karen í baráttunni og Sigrún. En hún hefur betur. Hún Marín Rún. Og kemur fyrirgjöfin. Karen reynsar þetta frá. Þar er Fanney. Vel lesi hjá Natasju hérna. Lesi þessa sendingu. Kemst inn í. Reynir síðan sendingu hérna upp í hornið á hana Ardísi en hún er of löng. Maren sterk hérna, stendur af sér pressuna, kemur honum á Unni í. Aldi Silva leggur á stað en Eva finnur Aldísi. Aldís á Karinni.
Karin að snúa, vel gert hjá henni, finnur Marinni. Fanney á Karinni. Hún finnur Róbertu. Hún fer tilbaka á Fríðu. Hún kemur langan inn á teginn, þar Maren klár. Það ná ekki að komast í boltan og Keflavík að hreinsa þetta frá. Og innkast hérna upp við frímerkið hægra megin sem í á. Haldís með innkastið, Fanney mætti hérna yfir en það ná að koma þessu frá. Suðurnesja stúlkur. Anita með langan bolta hérna í átt að Sveindísi. Eva alveg í bakinn á henni, hún lætur sér falla og fær aukaspyrnu. Hún sótti þessa. Natasja tekur þetta núna snögt hérna upp í hornið. Fyrirgjöfin máttlaus og í hliðanettið frá Íris Önnu. Það var í spyrni frá en Haldísinn að taka þetta niður, missir hann. Fín barátta hérna hjá Írisi, finnur Sveindísi. Boltinn best hérna yfir á hægri kantinn. Þær að reyna að pressa núna Keflvíkingar. Fín vörn hérna. En þær halda pressunni Keflavík en þetta alltaf löng sending. Út til vinstri og út fyrir. Ótrúlegt en satt að það 20 mínútur rúma leinar af síðara hálfleik og einungis 1 mark. Komið eftir 7 marka fyrir hálfleik. Vel gert hérna Maren Leósdóttir, gríðalega sterk. Hún reynir hér í átt, frábælega gert Róberta, lætur hann fara Unnur. En vörnin fyrir Ardís reyndi hérna stungusendingu en Sandra las það. Sandra með tæpa sendingu en Sigrún heldur þessu. Kemur hann á Karinni, já það leysa þetta. Fríða. Róberta með undir pressu þarna. Já það mjaka sér hérna upp vinstri vanginn með innkostum. Unnur ír á Fríðu. Maren býður sig og fær hann. Og reynir stungusendingu hérna inn á Róbertu en hún var ekki alveg með á nótunum hérna. Maren Leósdóttir gríðarlega sterk með baki í markið að taka við bolta og halda honum. Jafnvel með manneski í bakinu. Við séum það margoft. Oft og iðulega á IATV. Natasja tekur þessa spyrnu. Róberta skallar og þarna nú full harkalegur aðgangurinn þarna hjá Fríðu og dæmt brotleg. Kemur löngsending frá Natasju, frábælega fleytt áfram. Anita komin í dauðafæri og hún skýtur rétt fram hjá fjárstunginni. Þetta var virkilega vel gert hjá Keflvíkingum. Natasja með langan bolta sem að Marín
fleytti áfram og fyrirliðin Anita Lind komst þarna í frábært færi. Nú held ég að vörnin hjá Skaganum geti aðeins andaléttar. Sveindís Jane er að fara að velli og í hennar stað er að koma, já, hver? Birgitta Hallgrímsdóttir, geti ég trúað. Jújú, það er hún. Það er Birgitta. Hún er rekkin bara út af dragsattur sem er eyrnalokka eða eitthvað. Það má sjálfsög ekki. Það er hérna rólegar. Tori með tæpa sendingu á Fríðu sem var hérna undir mikilli pressu. 20 mínútur eftir að venjulegum leiktíma hér í kvöld. Eins og áður sagði er leik lokið hjá Njarðvík og IA í Lengjubikar karla sem að lauk með dramatískum sigri Njarðvíkinga 3-2 sem er skoruðu sigurmarkið á annarri mínútu í uppbótartíma. En hér eru það Skagastúlkur sem að leiða. Karen undir pressu, missi boltan. Katla vinnur á henni boltan hana. Og er það Ardís. Hún kemst ekki langt. Natasja Þóra kemur upp með boltan. Anita vill fá hjálp. Viktoria stingur honum aftur upp í hornið á hana en það er á langt. Og boltinn aftur fyrir. Þá er allt klárt í skiptingu hjá Skagastúlkum. Inn á að koma leikmaður nummer 23 sýnist mér. María Björk Ómarsdóttir. Kemur inn á fyrir Sigrúnu Evu. Hún fær hérna 20 mínútur eða svo. Þessi efnilegi leikmaður. Hún kemur inn á miðuna bara í stöðun hennar Sigrúnar, sýnist mér. Róberta tilbaka á Fríðu sem hann er að halda þessu, vel gert. Fríða missir hann svo aðeins og langt frá sér. Marín vinnur á henni boltan. Og er ennþá með hann, kemur með hann tilbaka á Natasju, þá pressa þær Skagastúlkur. Já, unnur við það að komast í boltan hann. Anita reynir hérna stunguna. Eva pressa stíft á hann, frábær hælspyrna. Og Anita nær ekki valda á þessari sendingu. Haldís Silva hendir þessu í áttina Maríu, nær ekki til boltans. Anita reynir sendinguna, það gengur ekki. Maren missir hann undir sig. Og aftur Anita, þá kemur fyrirgjöfin hérna yfir á fjárstöngina, en það er Fríða og skallar þetta frá. Marín pikkar þetta upp, María pressar á hana. Vel spilaði á Keflavík, komnar hérna út hægra megin. Reyna að fara tilbaka, Róberta pressa vel. Ekki dæmt. En Fanney pressar hérna á Natasju, góð pressa hjá Fanneyju. En það er ná að leysa þetta. Fekk hérna hjálp frá Þóru. Karin dæmt brotleg, réttilega.
Það smá ákæði núna í Keflavíkurliðinu. Þó hafa ekki náð að skapa sér þessi. Fór ekki allur út fyrir. Maren snýr við. Vantar hjálp hérna. Jájá, vinnur innkast. Aldís með innkastið. Unnur fær hann en nær ekki að koma hann tilbaka. Marja vinnur hennan, finnur Karinni. Hún tilbaka á Söndru. Nú pressaðar er lítið hærra. Keflavíkurliðið. En Tori hérna finnur Aldísi, vel gert. Aldís Silva leitar inn á öllin, finnur Maríu Björk. María Björk leggur á stað. Hún stingur hérna upp í hornið í áttina Róbert en þetta er aðeins svo langt. Ágætis hugsun. Það er kannski ekki úr vegi að minna einu sinni enn á áætlaða beina útsendingu okkar hérna annað kvöld frá úrslitaleiknum í fótbolti.net mótinu. Sennilega C-deild. Það eru Kári og Þróttur Vogum sem að eigast við. Hvað er betra á föstudagskvöldi segi ég en að horfa á IA TV-ið sitt. Eva finnur Unni, hún er undir pressu. Aldís Silva pikkar þetta upp og Unnur stingur síðan hérna. Þóra skallar frá en Maren missir hann hérna. Ætlaði að koma hann á Unni sýndist mér en þetta er bitlaust hjá Keflavík sem betur fer fyrir Skagakonur. Karen í áttina að Róbertu, vel gert. Róberta missir hann aðeins og langt frá sér. Kemur Viktoria undir pressur frá Fanni. Nær að halda þessu. Korter eftir. En þá staðan 5-3. Aldís kemur þessu auðvitað frá. Unnur fleitir þessu áfram á Marinni. Maren leggur á stað. Þar er Fanney. Fanney með frábært skot og mark. 4. mark Bergdísar Fanneyjar. Öll fyrir utan teig. Fyrir utan eitt. Ég var búinn að gleyma fyrsta markinu. Hinn 2 voru svo eftirminnileg. En enn eitt þrumuskotið hjá Fanneyju ratar í netið. 6-3. Verðum við ekki að ætla að þetta sé bara komið og hún fær bara heiðuskiptingu með þetta samme. Og í hennar stað er að koma Elísa. Nei, þetta er ekki hún. Unnur Elva Traustadóttir sýnist mér. Og þá skipta Keflvíkingar markvörð. Auður Erla kemur í stað hennar Önnu Rúnar. Nú ætti þessi leikur að vera komin í höfn, þessi sigur hjá IA, en það getur svo sem ýmislegt gerst í boltanum. En Keflavíkurliðinu hefur gengið illa að ógna marki IA núna í síðari hálfleik. Unnur á Karinni, Karin finnur Aldísi, Aldís á Unni, hann fær á sig pressu. Aldís vinnur þetta bara tilbaka, finnur Karinni sem er aftur undir pressu og missir hann. Anita missir hann frá sér og útfyrir. Leita mikið upp hérna vinstra megin hjá fyrirliðanum. Anitu Lind Danielsdóttur.
Kemur innkastið hérna í áttina Unni. Vel gert hjá Evu. Karen undir pressu, snýr vel gert, finnur Maríu Björk. Hvað gerir María? Unnur leggur á stað, fínt trýtingaspil þarna. María gerir vel, kemur honum á Fríðu. Fríða með langan bolta, kannski full óþólumótt þarna. Karen skallar þetta í nakkan á næsta manni og fær síðan boltan. En slök sending hjá Evu, Anita kemst á milli. Það er svona svolítið tilviljan að kenda akkurat í augnablikinu hjá Keflavík. Já, hér kemur Maren vinnuboltan. Nær hún að komast í hann? Nei, jú, Þóra nær að hafa betur. Katla reynir sendingu upp í hornið á Anitu, en það tekst ekki. Stungu sendingu upp í hornið á Mareni, það er hangið í henni en hún nær að stenda það af sér. Fullt af gulum treyjum hérna. María fær hann, nær hún að komast í skotið, það er skot og flott skot hjá Maríu Björk en hún ver vel í markinu. Hún Auður nýkomin inn á svellköld. Skalið búið að vera miklu líklegra í þessum seinni hálfleik þó þær hafa ekkert vaðið í færum. Unnur finnur Róbertu úti vinstra megin. Róberta snýr við, finnur Fríðu. Þólum og núna alveg tilbaka á Tori. Eva, Maríu, aftur á Evu. Fríða nær hún þessu, já hún er að halda þessu inn á en hún er ekki að halda valdi á boltanum enga síður. Já, kemur Keflavík. Sending inn á tegin en þetta er hættulaust og rennur aftur fyrir 9 mínútur eftir. Staðan 6-3. Það kemur síðasta skiptingin hjá Ía. Að velli kemur leikmaður númer 20 Sandra Ósk Alfreðsdóttir og í hennar stað er að koma númer 2 Elísa Eir Ágústsdóttir. Hún kemur bara í hennar stöðu hann í hafsendinum. eins og flestir vita allir flestir skagamenn vita þá er faðir hennar Elísu hinn góðsagnakenndi Ágúst Valsson. Eða Gústi Vals. Kemur stungusending hérna, Anita er að sleppa í gegn og hún nær skoti en beint á Tori sem að grípur þetta auðvitað. Segir maður ekki alltaf að hún hafi verið vel staðsett í markinu. Eigninni þetta en skotið var ekki hnitt með það. María og Karen missir hann frá sér. Anita en Karen er að vinna boltan að henni en Íris hérna í miklum darradansi. Unnur Ír Haraldsdóttir stendur uppi með hann. Unnur á Maríu. María fær tæklingu hann frá Natasju. Það eru komnar í tæklingagýrin Keflvíkingar. Já, þær vilja alveg laga sína stöðu hérna í lokin. Kemur fín fyrirgjöf, Aldís Silva nær að komast í þetta. María Björk, hún reynir að hreinsa frá en þar er Keflvíkingur fyrir en það ná að koma þessu áleiðis. Þá kemur Maren Leósdóttir og reynir að finna Róbertu en fín vörn þarna hjá Kristrúnu Ír. En Maren heldur þessi ná.
Býður eftir Unni Ír og það hún vinnur hornspyrnu. Hornspyrna hér þegar 6 mínútur eftir af venjulegum leiktíma. Rétt rúmar. Og sýnist Maren ætla bara að taka hana sjálf. Kemur spyrnan og það er barátta í teignum. Unnur kemur hann að reyna að koma honum út á Róbertu. Hefði betur reynd að finna Maren aftur út í horninu. Það er skipting hjá Keflavík. Af velli kemur leikmaður númer 9 Marín Rún Guðmundsdóttir og í hennar stað ætli það sé leikmaður númer 89. Það getur meira verið Jújú, það er númer 89 Særún Björgvinsdóttir sem fær hérna síðustu mínúturnar í leiknum. Tori með langan bolta hérna, þar kemur Maren og pikkar hann upp, missir hann aðeins og langt frá sér. Anita vinnur hann en finnur ekki samherja og Unnur í lögastað og Unnur með gott skot rétt framhjá. Unnur á Unni. Unnur Elva Traustadóttir með fínt skot þarna innan fótar rétt framhjá fjárstönginni. Mátti ekki miklu muna þarna að Ía myndi bæta 7. markinu við. Arvarslögsbyrna út úr markinu hjá Auði. Og það væri nú gaman að fá 1 í viðbót svona. Unnur fleitir þessu áfram. Maren í baráttunni, kemst ekki í hann. Þóra nær að hreinsa þetta frá. Þá kemur Anita. Hún er ekkert hætt. Langa sendingu hérna yfir en Tori tekur það auðvitað. Kastar síðan hérna út á Evu Maríu sem að Haldís fær hann. Kemur hann aftur á Evu. Eva aftur á Tori. Nú er bara þolinmæðis spil hérna í vörninni hjá Ía. Unnur Ír á Fríðu. Hún reynir að stinga þessu upp á Unni Elvu. Finnur hann ekki en það er vinna innkast. María Björk býður sér hérna upp í hornið. Fær hann, missir hann út af. Karen skallar þetta fram, það er Unnur Elva, Maren með mann í bakinu, Anita vinnur vel tilbaka hana, Natasja nær að hreinsa þetta fram, María Björk pikkar hann upp, finnur Marinni, Róberta býður sig hérna á til hægri en Maren reynir að þrenga honum hann inn á teg, gengur ekki. Maren vinnur vel tilbaka og vinnur boltan hérna, brotið á henni og dæmd aukaspyrna. Það er gult spjald hérna fyrir mótmæli sýnist mér á leikmann nr. 17 Kötlu Maríu. Eða var það leikmaður Ía sem að fekk gula spjaldið? Það var Maren Leónsdóttir. Það er eitthvað verið ósátt við meðferðina sem hún fekk hana og dómari leiksins á aðstæðu til þess að aðvarana fyrir óíþróttamannslega framkomi. Væntanlega verður þetta fyllt út á skýrslu. Elísar hreinsar þetta upp. Unnur sterk í loftinu. Já, henn á að vinna þetta hérna. Fríða er að sleppa hérna í gegn.
nær skoti og vel varið hjá Auði í markinu, slær hann þarna yfir, fínt skot hjá Fríðu. Það Maren Leósdóttir sem að tekur þetta hotn eins og önnur fyrir margar inn á marktegnum núna. Hún kemur með hann þangaði mitt. Þannig fýtt skallið, það Fríða, það bjarga á línu. Karen fyrir utan teig. Særún þarna missir hann aðeins og langt frá sér. Unnur Elva gerir vel. En missir hann svo frá sér. Já, María Björk hérna brýtur af sér á leikmanni á Kötlu Maríu. Leiktíminn, venjulegur leiktími svona að renna út. Síðustu sekúndurnar að tifa hérna og Keflavík vinnur hornspyrnu. Alveg hárrétt sýndist mér. Því ekkert að malda í móðunni við þessu. Leiktíminn liðinn. Nú bara spurning hversu miklu bætt hefur verið við. Ekki mikla tafir, þó nokkra skiptingar auðvitað. Keflavík getur rétt sinn hlutaður lítið hérna. Boltinn hérna inn á markteginn og Fríða sýndist mér vera svo sem skallaði þennan bolta yfir. Önnur hotspyrna. Þær hafa náð að skapa töluverða hættu með þessum hotspyrnum sínum. Þess meiri í hotspyrnum frá vinstri sem að Viktoría hefur tekið. En hér það Anita með aðra hotspyrnu hérna. Og snýr þetta inn að markinu. Tori út úr því og slær og Elísa reynsar þetta aðeins lengra og það halda áfram að reynsa þetta. Keflavík vill fá vítaspyrnu. Dómarinn gefur merkjum að svo sé bara ekkert í boði. Karen á Unni. Karen finnur núna Róbertu hérna úti hægra megin. Unnur Ír leggur á stað en það gerir Unnur Elva líka og fær hann reynir síðan að koma hann hérna inn á Marinni sem er við það að komast í boltan. En það ná á einhvern óskiljanlegan hátt að komast fyrir. Og Auður endar með boltan í fanginu. Anita reynilega allt í öllu hérna hjá Keflavík. Í síðari hálfleik allavega. Komnar hérna upp vinstra megin. Fyrir gjöf. Og Tori ber vel í markinu. Þarna var varamaðurinn. Birgitta í færi á næstunginni en Tori náði að sjá við henni. Varði þetta. Þá kemur einmitt hotn frá vinstri. Og það Viktoría Sól sem að tekur hana. Spyrnunar hjá henni í fyrirháleik voru stórhættulegar og það skagastúlkur að berjast í að koma þessu frá að enda með skoti rétt framhjá. Sýndist að vera Anita sem átti þetta skot. Tori spilar þetta bara hérna á Evu Maríu og losar þetta síðan upp á hægri kantinn en út af og þá flautar dómari leiksins leikinn af leiknum þessum leik IA og Keflavíkur í Faxaflóa móti kvenna B-riðli lýkur með 6-3 sigri IA. Það voru Keflvíkingar sem komist yfir á 3. mínútu með marki Viktoríu Sólar Sævarsdóttur en Heiðrún Sara jafnaði mínútu síðar á 4. mínútu en Keflavík komst aftur yfir 2-1 á 11. mínútu. Það var Sveindís Jane Jónsdóttir sem skoraði það mark.
síðan kom þrenna hjá Bergdísi Fanney frá 13. mínútu, fyrst á 13. mínútu, síðan á 20. og síðan á 22. og kom IA í 4-2, en fyrir lok hálfleiks minnkaði Sveindís Jane muninn og staðan í hálfleik 4-3. Síðan í síðara hálfleiknum að þá náðu Keflvíkingar lítið að ógna marki Skagamanna, en Karen kom IA í 5-3, Karen Þórisdóttir á 55. mínútu, og síðan á 77. mínútu bætti Bergdís Fanney Einarsdóttir einu marki við sínu 4. og 7. marki IA. Leiknum lýkur sem sagt með 6-3 sigri IA, sem að kemur þeim á toppinn í þessum B-riðli upp fyrir Hauka á markamun, en bæði lið búin að vinna sína 2 fyrstu leiki, en Keflavík enn án stiga eftir 2 leiki. Við á IA TV þökkum ykkur samfylgdina. Með mér hérna voru Arnar Óðinn Arnþórsson og Heiðar Mar Björnsson. Sjálfur heiti ég Örn Arnarsson. Við erum IA TV í samstarfi við Omnis á Akranesi og Síman. Við hvetjum ykkur til þess að kíkja á leik Kára og Þróttar Vogum hérna annað kvöld í beinni hjá okkur klukkan 8, en þangað til, takk fyrir okkur og bless.